Jóhann Kristi Gunnarsson, Jói, það á miðvikudaginn, þá sækið þið Fylki heim í Árbæinn. Það ekkert langt síðan við slóðum út úr bikarnum. Það viljan kannski kvitta fyrir það núna. Já, sjálfsög, nú ætla þær að svara fyrir sig og það okkar verkefni að halda bara áfram bara frá það sem fram var horfið úr síðasta leik og áttum fína leik á móti þeim og heldum í skefjum en nú það bara önnur keppni og allt nýleikur. Og í síðasta leik sem var í þessari svona keppni, þar að segja í deildinni, þá fengum við Selfoss hérna í heimsókn á Þórsvöll og það var þægilegur sigur. Já, þetta var á endanum svona nokkuð þægilegt fyrir okkur en stelpunum þurfti að hafa mikið fyrir því samt að koma sér í þessa þægilegu stöðu og það hlupu og börðust og slógust vel þannig að við vorum mjög dóminerandi þegar upp að staðið. Og það nokkuð sem þær þurfa að hafa með í farteskinu á móti Fylki núna, það að vera þess meðvitar að það þarf að hafa fyrir hlutunum. Algjörlega, það bara einfallega þannig að það ekkert gefið í sér í deild og þó höfum verið að spila við þetta núna bara fyrir stuttu. Þá skiptir það ekki nokkur einasta máli, þetta bara þannig að öll lið geta gert einhverja hluti á móti öllum liðum og við verðum bara að mæta, bara nýleikur, gíra sig upp aftur og vera tilbúin að mæta og berjast, það bara ekkert annað í boði. Og það sæmileg staða á hópnum eins og bara undanfæri? Já, staðan bara ágæt og nú það alltaf svona ákveðin törn í gangi og mikið að leikjum og þannig að við þurfum að passa upp á stelpunnar þessu í fínu standi til að spila þessi leiki og svona staðan bara fín núna. Og það náttúrulega verða að vera áfram í góðu standi því að svo náttúrulega styttist bara svo í undanúrslitaleik í bikarnum þannig að þetta verður mikil törn framöndan. Já, þetta það núna spilum við á miðvikudegi svo reynda að fá hann ágætis pásu þangað fyrir tökum á móti IBVF í deildinni og fáum svo IBVF aftur nokkrum dögum seinna í undanúrslitum bikars þannig að það skamt svona, stóra högg á milli en við það verið tilbúnar, það ekki spurning. Jói, góða ferð í Árbæinn og gangið vel. Takk fyrir Fannin, takk.